Hæ, ég mjög móð? Kannski smá. Ég var sko eiginlega ekki að koma úr sveit, ég var eiginlega bara að koma á Vesturvallagötu. Ég er bara búin að greina sjálf mig með ADD hlutan af ADHD, svona ADD vanvirk. Ég bara kann ekki á klukku og bara fannst hún vera klukkutíma minna en hún var, þannig að það var smá áfall. En ég ætlaði þess að vera upp í sveit. En svo við vorum að flytja og daginn sem við fluttum og þá svona voru allir veikir nema, bæði börnin veik og svo í gær og gamlársdag þá vaknaði ég við það að það var verið að gubba yfir mig alla og mér fannst það svona bara mjög viðeigandi endir á þessu ári í rauninni og þetta ár strax verið betra því ég vaknaði morgun og það var ekki búið að gubba yfir mig alla þannig að þá var maður búin að setja standardinn mjög lágt og sem alltaf gott. Ég held að það sé lykillinn að hamingjunni að hafa engar væntingar einhvern veginn. Og ég ætlaði að lesa fyrir ykkur smá úr þessari bók Florida sem kom út 2017 og svo ætlaði ég að lesa smá eftir hann Yahya Hassan, kannski 15. manneskjan til að gera það í dag samt, ég veit það ekki, en hann náttúrulega lést á síðasta ári og svona kveikti svolítið í mér þegar ég las þessa bók fyrst. En já, ég held að það geti verið þungt að vera svona svakalega frægur og vera svona ofsalega hæfileikaríkur og gott að vera bara í meðalmennskunni einhvern veginn að væntast, já, að vera bara þar. Ég ætla bara að grípa svona einhverstaðar inn í. Á náttbuxunum mínum eru myndir af böngsum með slútandi slaufur. Einhver setti mig í þær einhver jólin og ég veit ekkert hversu margir hafa tekið mig úr þeim síðan. Á náttborðinu er sebramynstruð gerfinögl og svartur hárflóki þar sem á að vera klukka. Öll dýrin undir sænginni eru full af köldu blóði en ekki tuskum. Ég mata þau á gulnuðum broddi úr brjóstunum á mér, banna þeim að skilja eftir blett, ég vil aldrei aftur skilja eftir blett. Handa við hornið frá Skalitserstrasse standa samvaxnar blokkir sem eru svo fullar af innflytjendum að Þjóðverjar kalla þær kanínublokkirnar. En þú munt aldrei sjá neitt koma eða fara úr kanínublokkunum. Einu ummerkin fólk eru gerfinattadiskar sem vaxa í þéttum knippum, tómar þvottasnúrur og bleik plastblóm. Á efstu hæð hangir þýski fáninn í stofuglugga, að baki honum hníga og síga brjóst þeirra sem fáninn felur, hníga og síga þar til þau hvítna og hljóðna. Hjartað í Kreutzberg er vöðvi sem herpist og þrútnar, gardínur sem hreyfast, einhver sem öskrar, hei Alte, hei, fucking Alte. Á neðanjarðarstöðinni sveimar sviplaus eldri kona eftir brautarpallinum, vafin inn í svart flísteppi með bakpoka og útrétta lófa. Þú horfir á eftir henni dofna og hverfa inn í flöktandi flúorljós, brenna upp, sérð hana aldrei aftur. Einmitt, já, ég las svo mikið upp á þessari bók að ég var svona eiginlega bara komið með algjört ógeð að lesa upp á henni og svo hef ég svo lítið verið í ljóðunum einhvern veginn og svo gaman, það er eiginlega komið óvart hvað það var gaman að fletta aftur í gegnum hana þegar ég fann hana. Hún var náttúrulega í neðsta kassanum, ég var með svona kassaturna þegar við vorum að flytja, í neðsta kassanum, þyngsta kassanum, á einhverju 15 kassaturni voru bækurnar. Kattamatur og eggjaskurn, plastumbúðir og pappakassar, myglaðir pítsuafgangar og hálfétnir örbylgjuréttir, klístraðar hárflókar og kúlupennateikningar, símanúmer, hugmyndir sem má ekki gleyma. Hver einasti sígarettustubbur er hér enn. Florida hótaði að hringja í leigusalann, hún hafði ekki þorað að fara í feld eða skilja mig eftir eina svo vikum skipti. Hún hafði ekki yfirgefið eldhúsið í marga daga, hún heyrði hvæs úr öllum áttum og var farin að pissa á sig til að þurfi ekki að fara inn á baðherbergið. Ef hún sofnaði, seig hún af stólnum niður á hlandblautan stafla af eggjabökkum.
Flórída var sjálf viðbjóðsleg kerling eins og mamminar viðbjóðsleg ógeðsleg kerling. Hún lyktaði ekki af lifur og blóði heldur sígarettum og þvægi. Leðurklædd, eggjahvítu húðuð kerling með 20 cm sílikongogg og brotið andlit. Það var aldrei spurning hvor bar kjólinn betur heldur hvor bar hann verr. Ógeðsleg kerling, hvíslaði ég í eyra hennar þegar hún svaf. Flórída kveikti sér í sígarettu og horfði á mig, áhyggjufull á svip, hendur hennar titruðu. Hefur ekki heyrt fólk sem grefst undir tonnum af kassakvittunum og skítugum dúkkuhausum, hverfur í iðandi gryfju af hvæsandi rándýrabeinum sem bresta, enginn heyrir það kjökra bak við fótanuttækin og hlaupahjólin og lakkaða tréstafi sem mynda orðið home. Og já, ég skrifaði þessa bók á trúlega löngum tíma og ég byrjaði á henni þegar ég var bara 29 ára eða eitthvað og frekar nýlega flutt heim til að búa í Berlín og pínlítið sjálfsævisögulega, svo langaði mér svona eiginlega að skrifa hana bara svona eins og krimma einhvern veginn en í ljóðaformi en það er svo áhugavert þegar maður skrifa ljóðabók í fyrstu persónu og það einhvern veginn þá les maður hana líka, ég ger þetta líka sem lesandi, þá les ég þetta bara sem gagnheilan sannleika þess sem mælir einhvern veginn og horfi á skáldið og hann var náttúrulega þekktur fyrir það að skrifa bara mjög beinskeyttan hátt líf sitt sem innflytjandi, sonur innflytjanda í Danmörku og bara þetta rasíska kerfi sem að mætir innflytjendum þar sem hér og víðar og svona menningar erfiðleikana líka, ofbeldi. Þetta heitir Febrúar fyrirsjáanleiki. Kyrrð er kyrrð og hún vex villt, þitt helvíti er mitt, svo einfalt er það. Þegar ég nem þar land með von í fingurgómunum, augu þín eru blekking. Svo paranoian mín hlær út í nóttina. Ég er þetta sem svífur, þetta rænulausa, kynlaus í nöktu lofti. Hugsanir mínar fara í kollhnýsa, í febrúar dreymdi mig draum, veldi því kossum þínum vandlega stað. Þeir gætu setið fastir. Þú segir eitthvað og svo segi ég eitthvað, en ég get ekki bara slegið upp til að slá því frá. Kveikt í nýrri sígarettu og litið nýja sólarupprás. Það hlýtur að vera þú. Svo ég slæ öskuna af sígarettunni og blóðmjólka allan skáldskap úr vínfernunni. Ég segi gráttu ljóman af þér, en farðu varlega. Ég er vinur þinn og ég mun að öllum líkindum fara á bak við þig, en áður en við rekumst á sprungur í eilíðinni skulum við borða af trénu og svíkja alla. Við skulum þreyja frumraun okkar og sniffa kók og taka undir þegar sálmar hrokans eru sungnir. Við skulum. Þeir slátra útópíum óháð draumunum, svartklæddi maðurinn hellir hjartablóði í klóakið, sumarið er forlög og fangelsi og ég er heigullinn. Sem dreymir sig áreiðanlega í framtíðarfaðm þinn en án árangurs. Enn hlær paranoian mín svo ég hlæ með. Þau segja, vaknaðu og fyndu píkulyktina. En ég kveiki í orðunum, ég lít undan, þau þjást, en þetta er ekki mín barátta. Hold mitt er framandgert, gangstéttin er ekki mín, ég brosi í sólskinni og stemmingu, ég vil endilega tala. En ekki þetta, takið eftir að ég er hræddur, að ég totta enn eina sígarettuna, haltu þig frá þessum myrkri, allir sem elska þig ráðleggja þér það, allir eru að fara að ríða þér, senn liggur þú dauður út í skurði, kyrktur í eigin skáldskap. Homma krullurnaðinnar get ekki bjarga þér, en það er ótímabært að gerast væminn, ótímabært að reykja jónu og verða eins og sá sem leggur lykkju á leið sína, án þess að eiga erindi við alla. Ég vinka bless eins og lítið barn, 1, 2, 3. Mitt í öllum hverfull leikanum. Þetta er ekki bara ágætt að enda þarna, er það ekki? Og þá stend ég bara á horfðinni í eilíðina. Og ég ekki bara fara af suðinu, Ragnar, eða ég að vera með uppistand eða vantar uppfyllingu? Nei, það er nóg til hér sko, en ég get byrjað bara hérna og svo bara vinka ég. Já, nei, ég bara held ég fín, takk fyrir mig, takk fyrir að fá mig. Takk fyrir komuna. Takk.